Já, Jökull, hvernig bara metur hann að leik? Erfiður leikur, mjög ánægður með liðið, mjög ánægður hvernig kom inn í leik og hvernig spila mann allan tímann og gera yfirburði bæði út á vellinum og sköpuðu mjög afgerandi færi áður en að gefa okkur rautt spjald. Eftir það og sérstaklega seinni hálfleikur var bara erfiður og þeir gerðu vel. Þeir þrýstu okkur niður og þrýstu okkur svona djúpt og þá það er erfitt að verðast í svona lengi og við náðum ekki alveg að stíga nógu oft og nógu afgerandi upp úr því, þannig að bara mjög erfiður seinni hálfleikur. Þetta ég held að þeir hafi átt fyrsta færi og svo eigi því einhverja 35 mínútur þar sem þeir eigi bara leikinn. Já. Hvernig sérðu þetta rauðspjald á Alex? Ég er bara búinn að skoða þetta frá öllum sjónarhornum og Alex fer í boltann, hann er með löppina aðeins á lofti og svo klessa þeir saman og það fer alltaf hliðina þetta á vellinum og ég get ekki betur séð en að þeir láti það hafa áhrif á sig. Þetta er stór ákvörðun og mér bara finnst ekki vera rauðspjald en svo verða bara einhverjir fróðari menn að dæmi það en ég og þeir munu leita allra leiða svo sem réttlæta fyrir sjálfum sér að hafa gert það en eins og ég sé þetta og finnst mér það bara ekki. Þannig að og ef að það þá er þetta helviti blóðugt. Það er svona eins og að sé smá stopp áður en hann tekur ákvörðun, heldur hann að sé að ráðfæra sig við menn eða meðtaka einhver viðbrögð við það? Bara átta mikið á þenn en ekki pæli, þetta ég bara ánægði með strákana og mér fannst ég díla vel við mótlæti og þó fengi marka á okkur, það er bara hrikalega ánægði með liðið og við þurfum að taka það líka, þau erum ekki að díla við mótlæti hvort sem þetta var rétt eða rangt og þannig að það setur eftir, ánægði með liðið. Þið eru ofboðslega nálægt því að klára þetta með eins mark sigri en hefði það verið svolítið mikið rán út af mögulega hendi víti hérna í seinni hálfleik. Eða mögulega bara hendi víti. Samúel Kári er búinn að viðurkenna það að boltinn fer í hendina á honum. Já, ég veit ekki hvað staðan var eins og þá. 1-0. Það kemur bara út á 1, ég veit það ekki en eina sem að ég kannski vilja sjá okkur, við hengtum að vera meira rúðlaust bara inn í teig þessar fyrstu 35 af því að sköpuðum mjög góð færi og það er eina, þar getum við gert betur, bara vera bara meira rúðlaus. Bara svona heilt yfir 1-1, hefðirðu sætti við það fyrirfram? Nei, alls ekki og heldur ekki eins og leikurinn spilaðist og heldur ekki eftir að vera manni færri þó að þeir hafi stýrt leiknum að aldrei tekið það. Hvernig meturðu stöðuna á liðinu núna eftir 10 umferðir? Mér finnst við vera á góðum stað núna. Mér finnst við vera að bæta okkur, mér finnst við vera að færast nær því sem við höfum verið. Þetta kom úr skrýtnu leik síðast sem var búinn eftir 10 mínútur og þannig að allt sem gerist eftir það er næstu ekki relevant, þannig að ég hef ekkert að pæla mikið í frammistöðunni þar. Það eru leitið bara spirit og svona mental en mjög ánægður hvar liður og hreyfingarnar í dag vera góðar og spila góða fótbolta, þannig að ég mjög ánægður hvar við erum akkurat núna, burtséð frá hvernig við byrjum eða einhver staðar í 4. eða 5. umferð, bara pæla ekki í því, nú bara þar sem við erum í dag, mjög ánægður með hópinn. Gummi, Danni Finns og Örvar ekki með í dag, verða þeir með í næsta leik? Já, þeir ættu allir að vera klárir. Má búast einhverju tíðindum að Stephen Kolker í landsleikja hlýðinu? Ég er ekki alveg viss en ég myndi halda að tíðindum, örugglega annarkvort af eða á, líklega á einhverjum næstu dögum eða 2 vikum. Takk fyrir þetta, Jökull. Takk.